Ég er letingi, Sigurður. Já. Ég er letingi og ég er stoltur af því. Já, mér finnst ofsalega gott. Ég er sjálfur letingi. Já. Og mér finnst ofsalega gott að vera hérna á aðstöðinu og þurfa ekki að vinna. Mér finnst það alveg ofsalega gott. Við höfum rætt þetta áður. Já. Og hérna... Mér finnst það ekki einu svona forréttindi, mér finnst það bara sjálfsagt. Já. Gott að sitja hérna og gera ekki neitt. Ef ég væri ekki að hérna sem sagt aðstöðun og fengi borgað fyrir það, þess mikið ég fæ nú borgað, þá væri ég ekki að gera neitt. Nei. Þá myndi ég bara liggja einhvers staðar og glá út í lofti. Já. Það er bara að leggja sig held ég. Já, leggja sig á laun. Já, veistu að draumavélin er ekki hérna. Það var þá ekki fyrsta skipti sem ég gerði það. Nei. Sofa á fullum launum. Kostnað ríkisins. Ríkið? Það er ekki ríkið sem á aðstöð. Nei, en ég sagði... Já, ég skilji. Þegar við unnum fyrir ríkið þá sváum við nú oft á kostnað ríkisins. Enda er það náttúrulega. Enda er það kjörorð ríkisstarfsmanna. Sama á Ólympíu landsliðsins, sko. Kempinda íslensku Ólympíu kempindunir, sko. Það er ekki málið að vinna, heldur að vera með, sko. Taka þátt, skilur. Og þetta tókum við, sko, heilsugar. Já, það er... Nei, en mér finnst ekki, sko, letir en ekki löstur. Það er mannkostur að vera latur. Það er það sem hefur fleytt, sko, mannkyninu áfram. Ég er alveg sammálaður. Helstu hugsuður í mannkynssögurnar. Þetta er allt saman letingjar. Það segir mér það að Sókrates hafi verið einhver dugnaður á okkur. Nei. Hann þurfti að hafa tíma til að hugsa og liggja í leti. Já. Og þegar menn er að finna upp, sko, Bell, hann var letingi. Já. Og hann þurfti til að fara til fólk, skilur, og röfla eitthvað við fólk. Hann nefndi því ekki. Þannig að hann fann upp símann. Þá geta bara setið hjá mig, já, þetta er Bell hérna. Skilur, góð meina pítsu, eitthvað svona, skilur. Og hérna, einmitt. Svona var það framfærir til. Karl Marx. Það er nú ekki komið þessi marxismi og svona, skilur, hefði hann ekki legið bara í leti. Setið heima bara og getið. Eitthvað bull á þessa bók sína, sko. Já, eins og útlitið á hann var nú, þá hefur hann nú getið eitthvað, sko. Já, akfeitur, sko. Maðurinn sem fann upp hjólbörn, sko. Hann hefur verið svona, sko, hann hefur verið svona yfirletingi, sko. Hann hefur svona hort á einhverja hérna Egypta að bera einhverja þungarsteini í píramídan, sko. Og hugsaði, hvernig nennaður, sko. Já. Og svo verður einhvern sagt, jæja, nú ættu að fara að vinna. Verkstjórinn sagt, jæja. Skilur, og þá hefur hann bara, desperately hugsað eitthvað sem gæti bjarga honum frá því að bera svona steina. Kling, komið hjólburur. Það er letingjar sem að hafa bara bjargað þessu svolítið. Já, ég meina letingjar það eru letingjar sem að sko sjá til þess að bara lífið gengur. Hurvitsmenn sem að finna tölvuna og ýmislegt. Já, einmitt, tölvun. Heldur það að vera einhver dugnaðarfólkur sem að fann upp tölvuna sem gaf sér tíma í það? Dugnaðarfólkar eru ennþá, sko... Dugnaðarfólkar eru þeir sem að standa í stað, skilur, og þeir komast ekkert áfram í heiminum. Það er alveg, það er... Borgar sér ekki að vera duglegur. Það er bara að vera latur, taka þér rólega og spá í hlutina. Akkúrat. Það er það sem fleyti mannkynssögunni áfram. Ekki dugnaðarfólkar. Nei.